Þingvellir hafa allt frá upphafi þings verið áfangastaður, hvort sem var að ræða þingmenn til forna eða erlendir gestir sem byrjuðu að ferðast til Íslands á 18. og 19. En sú ferðamennsku og álag á þó lítið skylt við það sem þekkist í dag. Þó lengi hafi verið stöðugur vöxtur ferðaþjónustu á Íslandi, skapaði sérstakt álag síðastliðin 15 ár. Innviðauppbygging þjóðgarðsins var lengi að reyna að ná í skottið á fjöldanum. Segja má að það hafi verið náðst rétt fyrir upphaf heimsfaraldursins, en þá var fjölgun bílastæða, salernisbygginga sem og uppbygging göngustíga komin vel á veg. Þegar heimsfaraldri lauk var þjóðgarðurinn því vel búinn til að taka á móti ferðaglöðum gestum. Áhersla á uppbyggingu innviðar hefur verið á vinsælustu stöðum þjóðgarðsins við Hakið, Almannagjá, Silfru og Öxarárfoss. Gestir Almannagjá telja allt frá 1000 á dag upp undir 10.000. Þó fjöldinn sé mikill, þá dreifist hann á 5 ferkílómetra svæði sem gerir það að verkum að Þingvellir geta tekið við töluvert fleiri ferðamönnum en margir aðrir minni staðir. Gestir ekki að skoða eina náttúruperlur, heldur að upplifa svæðið sem heild, menningu þess og náttúru. Umferðarstjórnun með aðgreiningu einkabíla og ferðaþjónustubíla var tekin upp í gestastofu á Haki og þingplani fyrir þó nokkur síðan, en enn frekari aðgreining hefur svo verið gerð á milli stærri rútna og minni, sérstaklega við gestastofuna á Haki. Slík stýring tryggir mun betra flæði hópferðabíla og leið öryggi gesta. Silfra heimsþekktur áfangastaður kafara en frá aldamótum hefur fjöldi þar margfaldast. Unnin var burðarþolskönnun fyrir Silfru sem kynnt var ferðaþjónustuaðilum árið 2019. Samkvæmt henni hægt að fara með 75.000 kafara á ári. Undanfarin ár hefur fjöldin dansað í kringum þetta hámark. Því ljóst að innan fárra missera frekari stýring þar nauðsynleg, enda getur landreki sem skapar umgjörð Silfru aldrei haldið í við fjölgun ferðamanna. Undanfarin ár hefur verið framkvæmt upplifunarkönnun á Þingvöllum þar sem viðhorf gesta til Þingvalla kannað. En það svo að upplifun gesta að Þingvöllum jákvæð. Þrátt fyrir að gestir í dag hafi almennt jákvæðu upplifun á heimsókn sinni verður að horfa til lengri framtíðar varðandi frekari uppbyggingu innviða og flæði ferðamanna til að tryggja vernd og varðveislu svæðisins. Þjóðgarðinum ber ekki síst skylda til að varðveita það menningarlandslag sem umleikis gamla þingstaðinn og helsta ástæða þess að staðurinn á heimslista UNESCO sem mikilvægar menningarminjar fyrir heimsbyggð alla. Undanfarin ár hefur verið unnið að nýju deiliskipulagi sem byggir á stefnumótun þjóðgarðsins. Í skipulaginu gert ráð fyrir frekari uppbyggingu fjær þingstaðnum forna sem kallar á nýjar aðkomur og breytt flæðið ferðamanna sem hyggjast heimsækja Þingvelli. Ný bílastæði verða byggð ofan Almannagjár en dregið verður úr bílastæðin neðan gjárinnar. Í staðinn kemur skutluþjónusta fyrir gesti og ný þjónustumiðstöð verður byggð einnig sem verður miðstöð þjónustu og móttöku gesta. Með þessari sýn standa vonir til að varðveita megi þingstaðinn forna til ókominnar framtíðar.